Þetta kynningarlagið okkar sem við notum hér á föstudagskvöldum. Lagið heitir Wonderful Life og það hljómsveitin Black sem flyttur það fyrir okkur. En ég nefndi það hér áðan, góði gestur í þættinum í kvöld, Ólafur Backman heitir hann. Ertu velkomin til okkar, Óli? Já, takk fyrir það. Já, ég fekk þessa hugmynd fyrir nokkru síðan að fá góða gesti í þessa föstudagsþætti og fá það til að segja okkur af svona sínum tónlistarferli og einhvern veginn þá komst þú nú fyrst upp í hugan. Við kynntumst ungir hér á Selfossi og ég tók eftir því að þú varst einhvern veginn frá náttúrunnar hendi músikalskur, fannst mér alltaf, Óli. En hvernig, ef við myndum byrja þetta viðtal á því að þú segðir okkur svona aðeins að þínum fyrstu árum í tónlistinni, en þó kannski allra fyrst örlítið þig sjálfan og þitt fólk. Þú fættur hér og uppalinn á Selfossi? Já, ég fættur hérna í 1947. Já. Á Selfossi. Foreldrar Haraldur Backman og Margrét Jónsdóttir. Og þú átt systkini eða systur? Já, systur tvær, Íris Backman og Elín Backman. Já, og allavega Elín, hún var eitthvað í tónlist og mamma þín náttúrulega líka, ekki satt? Jú, mamma var í kórum hérna og hérna hún kendi mér á píanó, eða hjálpaði mér á píanó fyrstu 2 vetur einu sinni, hún lærði meira en ég held ég. Já. En svo var Ella náttúrulega fór í tónlistina og söng náttúrulega nokkuð lengi með bæði Gissuri og svo Óskari Guðmundsssyni. Já, þessum frægu hljómsveitum sem hér réðu öllu á sveitaballamarkaðnum. Já. En hvernig verður það, hvað verður til þess, Óli, að þú ferð að fá áhuga á tónlist og ferð að byrja að tromma? Sko, ég man eftir ekki nákvæmlega en ég man eftir þessu tilfelli þegar ég spilaði fyrst á trommur. Þá voru skólaball í barnaskólanum eða unglingaskólanum upp í Sandvíkurskóla, annarri hæð, og það var búið að opna milli 2 stofa, þannig að það var stór salur og þar voru 3 upp á sviði. Það var GHB tríóið. Ó, býtu, hvað það er G, það er Gulli hérna Tór, trommum. Bjössi Rak á gítar og Helgi Bjarna held ég á píanó. Já. Og svo æxlaðist það þannig að Gulli þurfti að víkja sig frá. Það var eitthvað sem hendi flösku út úr gluggan og hún maskaðist á stjettinni fyrir neðan og það var víst ég sem gerði það, en það var ekki í því tilfelli að ég kæmist á trommurnar. En Gulli var þá formaður nemendafélagsins? Já, hann var formaður og þurfti að rjúka og þá var að kallaði mig. Þeir voru búin að sjá það að ég var alltaf pikkandi eitthvað og var búin að vera að stelast á trommurnar á milli æfinga hjá þeim og þeir heyrðu að ég gat eitthvað spilað Já, meðan hann að svara fyrir flöskubrotið þess að ég gerði, þá ég fengið á trommurnar og síðan hefur við á trommum og Gulli fekk ekki að fara á trommurnar eftir. Manstu hvað var gamall þarna? Þetta er 59, ég er 12 ára. 12 ára gamall, já. Ég hef spilað síðan. Þetta hefur verið ævintýr fyrir ungan mann. Já, þetta var ógleymanlegt. Ég eiginlega man alveg eftir þessu. 59, þarna nú kannski að byrja svolítil bylting í tónlistinni fyrir unga fólki. Prestley komið fram, Cliff Richard og þeir félagar í Shadows. Já. Við vorum að spila hérna skólaböllum og svo aftur árið 61 held ég þá stofnum við hljómsveit Limbo kvartetti, ég og Bjössi, Gretar Sigursson, Mjólkubúskverjunu og Gunnar Þorvaldsson. Já, Gunnar heitinn Þorvaldsson. Já. Við vorum hann 4 að spila til að byrja með og það var náttúrulega, við fórum á Young Ones með Shadows og Cliff og fórum á 3-4 sýningar og lærðum lögin. Já. Og svo bara eft. Já, væri nú ekki gaman að skreita þetta aðeins með því að heyra akkurat þetta sem þú nefnir. The Young Ones. Já, það var flott lag. Já, það var flott lag og eldist vel. Já, gerir það. Já. Hér koma þeir Cliff Richard og félagar í Shadows. Þetta var það sem Óli mann eftir strax í upphafi. Flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love
song, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see your dreams should be dreamed together, and a young heart shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our once in every lifetime comes a love like this. Oh, I need you, you need me. Oh, my darling, can't you see young dreams should be dreams together, and the young hearts shouldn't be afraid. And someday, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own. Young Ones með þeim félögum Cliff Richard og Shadows. Þetta var tónlistin sem þið voru að hlusta á, Óli Bakk, í upphafið þíns ferils. Já, með minni það svona. Og fóru mörgu sinnum í bíó og lærðu þetta. Já, við fórum fyrstu sýninguna og svo voru ekki nógu góður, við náðum ekki að lægina, þá fórum við aftur daginn eftir og svo þína daginn og þriðja daginn og hvort það var fjórði dagur líka, ég man það ekki, þá vorum við búin að læra lögin utan að sko. Já. En þetta sem sagt þessi skólahljómsveit fyrst og þarna stofniði svo, segir Limbo kvartettin. Já, 61 sko, með þessum mönni sem nefndi aðan og þeir stoppuðu nú ekki lengi þarna tveir, Gretar og hérna, hvað sagði ég, Gunnar Þorvaldsson. Já, Gunnar Þorvalds, já. En svo voru eftir sko lengst með okkur Rúnar Þorvarðarsson frá Grindavík og Guðmundur Bjarnason, gamall Selfyssingur. Akkurat. Við vorum fjórir ansi lengi saman, spiluðu mikið út og suðu svona það. Og þið fengu líka söngvara, ekki satt? Já, fengu við Donnu söngvara frá Stokkseyri og þá voru við 5. Já. Og síðan kom Halli, bróður Latta, söng með okkur. Og þannig að við vorum hérna ansi lengi, ég man ekki hvenær við svo stopnuðum mánaftur 64-5 sennilega. Já, þá farið þið Bjössi. Já, Bjössi. Þá förum við yfir í og hérna stopnum Mána með Labba og Gumma Ben. Já, þeir kom aftur úr Bimbo tríói. Já, þeir kom úr Bimbo sko. Já, Bimbo, Limbo og verður að Mánu sko. og þið byrjið hvernig að spila á skemmtunum? Já, við fengum að hita upp sko, fengum að spila í pásu í Óskari Gummu sinni. Já. Ég held að það verið fyrsta balli og hóli minni með endilega. Maður leiti ekki fram í sal með á svo feimin sko. Já. Maður horfði bara niður á trommurnar og búið sko. Já, varstu þá byrjuð að syngja strax? Já. Þú þótti strax liðtækur í söng? Já, ég byrjaði að gapa eitthvað. það hefði legið ágætlega fyrir mig með örugga rödd og svona, þannig að það var allt í lagi. Já, og þið náttúrulega bara vaxið og dafnið mánarnir og verðið feikna vinsælir bæði hér á Suðurlands undirlendinu og víða bara land og þetta er bara full atvinni hjá ykkur, er það ekki? Jú, við vorum á tíðanbili bara í þessu sko. Já. Við vorum 3 á tímabili, ég og Smára og Lappi, það var nú svona svolítið sérkjælnett tímabili, en það var skemmtilegt fyrir því ég er ekki mjög góður að muna nákvæmlega hvernig þetta þróaðist alls saman, en þetta var mjög skemmtilegt tímabil. Já. Afskaplega. Já, þarna var líka ballmenningin töluvert öðruvísi heldur en hún er í dag. Þarna var byrjað bara snemma klukkan 9. Já. Og verið það til 1 kannski mjög oft til 1 sko. Já. Og þarna var gamla Selfossbíó og allt þetta flotta sko. Já, og svo var líka ein sérstök tíð eða svona á haustin þegar réttaböllin
dundu yfir, þá var þetta bara jafnvel, það var þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag og laugardag. já, heilmikið starfa fylgdi ykkur eftir manni. Þið spiluðu all kvöld. Já. Út alla jarðir. Það var sko tekið á því sko og maður mætti vinna á hverjum degi, alltaf daginn eftir sko. Já, þú varst að vinna í kaupfélaginu. Ég var að læra smíði þá. Já. Ég man að Gunni Skúla, hann var að vinna í held í sláturhúsinu og hann var svo helviti gott hjá hann fór í vinna mótana hálf þunnur og hann fór inn í kælana sko og fristir og það var svo restan svo alveg reyndi svo nýrhreinsaður hundur og eftir. En þessu hljómsveitarstandi því fylgir ýmislegt svona líka aukreitis eins og segið, það var kannski verið að skemmta sér mikið og svo voruð þið vinsælir á stelpunum. Já, það sennilegt sko. Já, fannst þér ekki? Jú. Þú fórst ekki var hluti af því? Nei, ætli það. En vil kannski minna það tala núna? Ég bara maður ekki nákvæmlega. Sem betur fyrir. Já, kannski. Já. Nei, þetta var allt innan skekkjumarka sko. Já, auðvitað. Það var bara verið í vín og búi sko. Já, nákvæmlega. Sem betur fyrir ekkert annað til þá. Nei. En þú sagðir áðan, eldri systir þín, Ella, hún söng með hljómsveit Óskars Guðmundsson meðal annars. Já. Manstu hvað hún var að syngja? Það var nú Silla Black og hvað vorum við, býtu nú við, það voru þessi Connie Francis og þessi lög sko heldur. Já, Pól og Pála. Pól og Pála, það var, og þegar Arnór var komið með henni líka, þá var það, þetta var rosa flott lag hjá þeim. Já, ef að heyra nokkra tóna því? Já, gerðu það. Hey Paula, no one else could ever do. I've waited so long for school to be through. Paula, I can't wait no more for you. My love, my love. Hey Paul, I've been waiting for you. Hey Paul, I want to marry you too. If you love me true, if you love me still, our love will always be real. My love. True love means planning a life for two. Já, þetta eru þau Pól og Pála. Eins og þú segir, þetta sunguðu saman Ella og Arnór Þóraldsson. Já, Heitin, hann er látin núna. Hann er látin, blessaður drengurinn. Var veikna vinsæll og skemmtilegur söngvari. Flottur söngvari. Já. En svo koma Bítlarnir, ekki satt? Jú, svo náttúrulega Bítlarnir koma hérna á St. Kings, við vorum mikið með Kingslög. Já. Og Bítlarnir náttúrulega voru alls ráðandi á þessu tímabili. Það er afskaplega gaman að vera í hljómsveit á þessu tíma. Þetta eru forréttindi að vera í hljómsveit þegar Bítlarnir og Kings og allt þetta á vaðandi og Elvis Presley. Einmitt. Þannig að í dag allt í falsettum og engi melódi í neinu. Nei, nákvæmlega. Þarna eru þau menn að treysta á bara hæfileika. Já. Fyrst og fremst. Nákvæmlega. Bítlarnir, segirðu, ef við setjum lag á með þeim, þá kemur upp í hugan. Já, Ticket to Ride. Já. Það er eitt af mörgum góðum. Ég held við eigum það til hérna. Við þurfum að fá smá næsasjóna af Bítlum. I think I'm gonna be sad. I think it's today. The girl that's driving me mad is going away. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, and she don't care. She said that living with me was bringing her down, yeah. She would never be free when I was around. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride. She's got a ticket to ride, but she don't care. I don't know why she's riding so high. Sure think twice, sure do right by me.
don't care. My baby don't care. Bítlarnir og lagið er að Ticket to Ride. Af hverju þetta lag, Óli? Já, ég hef með 7 lög hérna, ég hef aldrei bara eitt af þetta er nú svona mér finnst alltaf gaman að Ticket to Ride og mörgum öðru Bítlalögum svo sem. Bítlarnir mótuðu tónlistarsmekk margra og þú þar á meðal náttúrulega. Jú. Og þinn maður kannski þar Ringo eða hvað, trommarinn? Nei, ekkit endilega. Nei. Mér fannst bara músíkin sem slík flott hjá þeim, sko. Já, yfirhöfuð, allan tíman hún gæti verið mjög svona fjölbreytt en allt var þetta flott. Já, þetta var mjög flott tónlist og vel gert. Já, mjög flott. En svo líkur þínu tímabili, Óli, með Mánum og hvað ferðu þá til Vestmannaeyja eða hvernig var þessi saga? Nei, ég fer til Reykjavíkur og er að vinna þar hjá JP-innýtingum, var að klára mitt húsgagna smíðanám þar. Já. Og það einhvern veginn fréttist að ég var komin til Reykjavík hvað það vantaði trommar í Hauka sem voru að spila í Þórskafi á þessum tíma. Það voru Guðmundur Ingólfsson heitinn og Gulli Melsti heitinn og Helgi Stengris á gítar og Helga Sigþórs kona Guðmundar var söngkona. Helgi Hermanns var að gítar líka. Já. Og Gunnar bróður Guðmundar hann var við þetta út á landi og það var frétt að ég var koni í bæinn og hefði þau samband um og ég fekk sent með rútu suður og spilaði bara kvöldið og ég var í Haukum næstu 2 ár eftir það. Já, ráðinn? Já, bara ráðinn strax, sko. Já, það var helviti gaman að vera í Haukum, sko. Við spilum Þórskafi mörg kvöld í viku. Já. Og svo endum við í Sigtúni. Þar spilum við 6 kvöld í viki, marga mánuði, maður. Já. Það var rosalegt, maður. Já. En hvernig stendur svo á því að þú ferð til Eyja? Helgi, við kynntust Helga hérna þegar við vorum í Þórskafi með Haukum. Já. Fórum með þessi saman, held ég við hittustu líka á Zeppelin tónleikunum og hann ringir í mig hann fór til Eyja hérna einhvern tíma á þessu tímabili setjum partinn og hann var hættur áður en ég hætti í Haukum sem sagt, fór þá í Loga og svo trombar hann hætti það í Logum og hann ringir í mig og þetta var orðið ágætt hjá mér í Haukum, þetta var 6 kvöld í viku, þetta var ægilegt jam og fjörmaður að ég sló bara til og skellti mig til Eyja alveg í kvelli bara. Ætlaði að fara að slappa af kannski? Já, þetta er ekki en ég sé nú ekki til því þetta er skrítið hvernig þetta árið þetta? Þetta er 1970 í ágúst eftir þjóðuti fljótlega þegar ég kom til Eyja skrítið hvernig þetta æxla, sko, alls saman eftir á að hyggja en þetta var skemmtileg tímabil og við fórum að spila æfðu mikið og spilaðu vítt og breytt og Logarnir Já, Logarnir voru búin að vera starfandi þó nokkuð lengi, ekki sagt í Eyjum. Jú, þeir voru búin að vera síðan 64 held ég Já, 64 sko. Og ganga þarna kannski endun í lífdaga þegar þú kemur og Helgi aftur. Já, þeir voru með 50 ári fyrra sko. Já. 2014. Já, það var, við fórum mikið í rattatónlist og alls konar svona og spilum í höllina og hverju lögati og náttúrulega í mér í viku og föstum lögatum jafnvel eða landlegur voru vorum að spila hvenar sem okkur datt í hug og eða á alþýðuhúsin líka. Já, einhvern tímann mann ég eftir því við ungir menn hérna sitjandinni við Ölfus á hvort það var á sunnudegi svona eitthvað að reyna að hressa okkur við að þá varst þú að raula lag við sátum þarna á Árbakkanum og þú varst að raula lag sem heitir Sitting on the Dock of the Bay mannst eftir því? Já, ég hef alltaf til verið rosa hrifur eins og lag ég átti plötu með O.C. Smith heitir hann, ekki rétt hjá mér Otis Redding, alveg rétt já, það er rosalega flott lag já, þú mannst eftir þessu já. Til Suðurlands ég átti plötu með þessu Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in And then I'll watch them roll away again Yeah, I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia
headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Já, skrítið hvernig þetta getur rifjast upp fyrir manni, sé okkur fyrir augum á mér þar sem við sittum þetta nýr á Ölfusárbökkum og þú ert að syngja þetta lag og þetta einhvern veginn enn í kollinum á mér. Þetta er ljúft. Þetta er mjög fallegt lag. Já. Það sérdeilis fallegt. Já, þú ert komin til Eyja, Óli, árið 1970 og þið í Logum. Haldið lengi saman eða hvað? Ertu lengi í Logum? Já, ég er náttúrulega í Logum ennþá sko. Þú ert í Logum ennþá? Nú, já. Við höfum verið að spila alltaf hverju ári 2-3 böll sko. Já. Þannig að við höfum verið að ennþá sko. Já. En svo varstu komin í hljómsveit Stefáns P. líka. Já, eftir ég kem á land þá við flautum upp á land sko, við náðum mér í konu í Vestmanni. Nákvæmlega, já. Ég fór ekki heim öðruvísi. Já, ég fór ekki heim öðruvísi. Nei. Og 79 flytjum á Selfoss og þá er hann eins árs nýfæddur og svo þá fer ég fljótlega að spila með Stefáni P. Byrjaði með Gissur í Gissa og Helga Hermanns. Já. Voru nokkra vetur eða ár, svona 2-3 ár kannski með Gissur, spiluðu mikið á Þórarblótum og út allt náttúrulega eins og Þjóðatíð og Litla Pallinu meira að segja. Já. Mér svo einu sinni. Já. Og svo fer ég að spila með Stefáni. Hann vantaði trommara eitt kvöldið eins og áður og Haukandi vantaði líka og ég var ráðinn strax þar og við vorum saman í 5 ár sleituleg, spiluðum föstudag og laugardag nánast allan ársins hring nema rétti við jóli. Og hann fulla vinnu með og það var ekki vandamál sko. Nei. Kannski á Kirkjubæjarklaustri eða Höfnaföstu og í Garðinum og laugardeginum. Já, ekkert mál. Nei, Steppi flög með okkur ef því var að skipta. Já. Og svo var það Grundarfjörður kannski í næsta föstudag og svo Klaustur hinn á laugardeginum. Svona var þetta. Já. Var svakaleg keisla maður. Já. Man fann ekki fyrir þessu. Nei. Ég geti þetta ekki í dag sko. Nei, ég trúi því. Þetta hlýtur að taka á. Já, þetta tók á. Já. En þarna með Stefáni P. í öll þessu ár og þú spilaði með Gissur í Giss, segiru. Já, heitum ég. Og þú varst í Karma líka. Já, og svo stopnaði við Karma á einhver tíman á þessu tímbili eftir að var búin að vera ég held að ég hafi hætt í Steppa P. og fórum þá stopnaði Labbi Karma og ég var með honum ásamt Helga Kristjánu Stefáns man ekki hver var á hvort að Vignir Stefáns var ekki held ég og svo kom Guðmundur Hauk og sett inn í þetta já, og bassi kannski og nei, ég held ekki nei. Það var ansi skemmtilegt þetta og mikið spila náttúrulega í Ingól blessus í minning Ingóls já, það var einn stafurinn já, séðu og Hótel Selfoss náttúrulega voru mikið og svona út og söður já, mjög skemmtilegt já. Þú sem sagt lærir sem iðin húsgagna smíði en vannstu aldrei mikið við það eftir þú kláraði námið eða hvað? Ekki húsgagna framleiðslu eða smíði beint. Nei. Ég fór að vinna við smíðar ég kláraði í Reykjavík og svo þegar ég kom til Vestmanni það fer ég að vinna bara í venjulegu húsasmíði. Já. Þannig að fekk vinnu þar hjá ágætismönnum þar og stofnaði við 3 setna fyrirtæki 3 góði kunningjar
einn er nú góður, við þekkjum hann nú sem Steini Gúrka. Maður ekki við nafni Hveragerði, nei, hann var kallað það í Vestmanni. Já, Gúrkurnar voru kallað. Og Siggi Ragnars, við vorum 3 með fyrirtæki og vorum að smíða heilmikið hérna og gerðum tilbúð og vorum að vinna heilmikið í þessu. Einmitt. En Óli, það er eins og alltaf í þessum fjölmiðlum, auglýsingar það sem knýr þetta allt saman áfram og við þurfum að hleypa hérna að næst örfáum slíkum. Við tökum okkur smá hlé á meðan. Hefur þú kynnt þér alhliða fyrirtækjaþjónustu Stólpa viðskiptalausna? Nú býður Stólpi viðskiptalausnir fyrirtækjum upp á heildarlausn á sviði bókhalds og upplýsingahugbúnaðar, alhliða bókhaldsþjónustu og rekstur tölvu og netkerfa. Láttu okkur að sjá hugbúnaðinn, tölvurnar og bókhaldi hjá þér meðan þú innbyttir þér að daglegum rekstri. Nánar á stolpi.is. Kvikmyndafélagið kynnir með stolti Selfossbíó með allri nýjustu tækni, 3D, Dolby Digital 7.1, allt það besta á einum stað. Selfossbíó. Selfossbíó kynnir gamanmyndina Vacation. I can't believe no one in this family wants to sing. Griswold fjölskyldan snýr aftur og nú næsta kynslóð tekin við. Sýningatímar á selfossbíó.is. Selfossbíó, allt það besta á einum stað. Taktu tvennuna á þetta. Með tvennutilboði Dominos færðu pítsu og stóran skammt af brauðstöngum, ostagott eða kanilgott og færð aðra pítsu sömu stærðar að auki ef þú sækir. Dominos. Hraunborgir í Grímsnesi er einstaklega notalegu staður, hreinlega falin perla. Þjónustumiðstöð með sundlaug, tjaldsvæði, gólfvöllu fyrir alla, falleg náttúra og þjónusta með ýmsar nauðsynjavörur og gas fyrir grillið. Allir er velkomni til okkar. Við erum aðeins 22 km frá Selfossi, keyrt niður Kiðjabergsveg. Þið finnið okkar á Facebook undir þjónustumiðstöðin Hraunborgum Grímsnesi. Þú færð sérvalda alvöru gæða hamborgara í Krónunni. 90, 120 og 175 gramma gæða hamborgarar úr 100% hreinu ungnautahakki. Krónan fyrst og fremst ódýr. Útsalan er byrjuð í Rúmfatalagernum. Rúmfatalagurinn aðeins ódýrari. Kúmenbrauð, sveitabrauð, tírólabrauð og sólkjarnabrauð. Almar bakari, Hveragerði og Selfossi. Sólin skín á Suðurland FM 963. Við ætlum ekki alveg að hleypa Kim Larsen að hérna strax, hann er ekki næstur á dagskrá. Við vorum með annar lag hér í huga strax að loknum auglýsingunum við Óli og það heitir Behind Blue Eyes. Það heyrum við hér. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my
existence that's never free. When my fist clenches, crack it open before I use it, lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. What it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Behind Blue Eyes, Óli, af hverju þetta lag? Hverjir þetta? Já, þetta eru The Who. Auðvitað, já. The Who, það er til hérna plötunni Who's Next. Mér fannst hún ein skemmtilegsta platan sem ég man eftir. Við tókum nokkur húrlög í logum. Það höfðu mikið gaman af. Höfum verið að taka þetta lag núna bara í seinni tíð, bara fyrir árið síðan vorum við að syngja þetta lag á balli. Já, já. Aðeins öðruvísi útsetningar svona. En mjög flott lag. Þetta er flott lag. Flott hljómsveit. Mikil ósköp. Og svo hefur þú, Óli, líka verið þekktur fyrir það að vera ansi líkur frænda vorum Kim Larsen hinnum danska. Já. Ekki dósveipaðir svona. Ekki kannski útlitið ætla að menna útlitið. Nei, söngurinn. Já, ég veit það. Já, ég veit ekki. Sko, danskan hefur alltaf heillað mig. Mér gekk alveg opbáslega vel í dönsku skóla. Ég var alltaf með 9, 5 og 10. Ég hlýt að hafa eitthvað dönsk gen. Mér fannst svo gaman að læra hana og mér svo gaman að lesa hana. Ég að lesa bók á dönsku núna. Já. Og mér veist alltaf leiði svo vel fyrir með danskan einhvern veginn. Og þegar Kim kom náttúrulega fram á sjónarsvið, þá var það náttúrulega bara ástu fyrstu sín, sko. Hann kom nú hingað til lands nokkru sinnum? Já, ég fór á 2 ef ekki 3 tónleika með honum. Já, og hittir hann persónulega? Ég hitt hann aðeins í kjallarnum á Broadway. Fekk aðeins að heilsa upp á hann og taka myndir, taka svona myndir með hann af mér og honum. Já, og spjalla við hann kannski? Það var nú ósköp brítið, maður frýs alltaf í dönskunni þegar maður var að tala. Það var notanar loksins. Já. En þetta var gaman. Lag með Kim. Já, tökum eitt gott hérna, Susan Himmelblóð, eitt af við getum verið með 40-50 góð lög, sko, mér svolítið. Já. Þetta er gott lag. Já. Susan med din himmelblå tillykke. Måske jeg bliver en smule sentimental, men tillykke. Englene, de kyssede dig den dag, da du kom hertil.
segir hann þarna í lokin. Já. Þú ert með þetta alveg. Já, Kim, eftirminnilegur og hefur haft áhrif á þig og þinn tónlistaferil. Já, tvímælalaust, sko, hann hefur haft heilmikil áhrif þó maður kannski gerir sig ekki grein fyrir því alveg beint, en það er eins og margir aðrir svo sem. Já. En hann á stóran sessi í mínu minningum í tónlistinni. Í þínu tónlistarhjarta. Já, hjartan, sko. Nákvæmlega, sko. Og það eru náttúrulega Eyjarnar líka, Óli. Þar hefur þú fest mikið indi. Já, það voru margar góðar minningar úr Eyjum. Já, mjög margar, og það er náttúrulega þessi tími minn í Eyjum var, sko, hann er eiginlega eftirminnilegasti tíminn í mínu ferli, finnst mér. Já. Bara, hann stendur alveg upp úr, sko. Er svona skemmtilegt að vera í Vestmannheim? Alveg óskaplega. Umhverfið, hvað er þetta? Ég fyrir ekki að segja að þú flyttur eins og sko til Eyja þá. Það er bara, það er sérstaklega fyrir gósnáttúr. Það er náttúrulega, talaði að hefði byggja breyst eftir gós og það hefði kannski breyst eitthvað fyrir því þó að gósið hefði ekki komið. Já. Það breytist bara yfirleitt oft mannlífi á stöðum þó ekki skeiði neitt bara nema sjálfum sér. En þetta var rosalega skemmtilegu tími og gaman að vera hann í Eyjum. Fallegur staður og flott að vera hann. Og svo er þar sérstök tónlist í Eyjum sem hefur þróast einhvern veginn sérstaklega og mörg eyjalög hafa náð miklum vinsældum og þú hefur missað sungið inn á flötur eyjalög sem hafa náð vinsældum. Já. Og hérna varst að gauka að mér lagi sem heitir Eyjaskeggjar. Segðu okkur eitthvað frá því. Það er sko, það er hérna lag eftir Lýð Ægisson. Hann gaf út plötu disk fyrir mörgum árum sem heitir Lífið í lit og hann baði mig að syngja eitt lag. Það eru fleiri sem syngja á þessum diski, flotti hljófara Ásgeir Óskars og trömm. Þetta var mjög flottu diskur. Ég hef ekki hlusta á þetta lag lengi, svo fann ég þessa plötu daginn og mér finnst gaman að svo lagi. Þetta er svona sniðugur texti. Já, við hlustum á þetta. Bomsu veður, sko. Já. Var það rigning eða hvað? Já, það hlýtur að hafa verið, sko. Það var oft rigning á þjóðatíð. Já. Skeggjum yfirleitt ekki virðist leiðast neitt af þeim ljómar brosið breytt bjartar ágústnætur þá taka þeir fram tjöldin sín tamborínur og brennivín Eyjar iðka glens og grín við glettnar eyjadætur hvort sem bomsuveður eða blíkandi sól þeir bara skella niður tjaldi og stól í léttu skapi síðan dansa dátt við dynjandi hljóðfæra slátt hvort sem bomsuveður eða blíkandi sól þeir bara skella niður tjaldi og stól í léttu skapi síðan dansa dátt við dynjandi hljóðfæra slátt sumir drappa og dandalast og daðra þar sem ákafast upp brekkur ólátast og elta á sér skottið aðrir sitja eldinn við amor sér framhaldið við Eyjaskeggja ástandið ástir geta sprottið hvort sem bomsuveður eða blíkandi sól þeir bara skella niður tjaldi og stól í léttu skapi síðan dansa dátt við dynjandi hljóðfæra slátt hvort sem bomsuveður eða blíkandi sól þeir bara skella niður tjaldi og stól í léttu skapi síðan dansa dátt við dynjandi hljóðfæra slátt í nokkra daga lifa létt lífið tekur gleðisbrett finnast mörg við fjósa klett fallin strá í lautum morgun sólin mild og blíð miðlar yfir dal og hlíð upplýsingum all og þýð á ástarinnar brautum hvort sem bomsuveður eða blíkandi sól þeir bara skella niður tjaldi og stól í léttu skapi síðan dansa dátt við dynjandi hljóðfæra slátt hvort sem bomsuveður eða blíkandi sól þeir bara skella niður tjaldi og stól í léttu skapi
skapið síðan dansa lágt við dynjandi hljóðfæraslátt. Fólk sem bómsuveður eða blinkandi sól, þau bara skella niður tjaldi og stól. Í léttu skapið síðan dansa lágt við dynjandi hljóðfæraslátt. Fólk sem bómsuveður eða blinkandi sól. Já, bómsuveður eða blikandi sól, segja þér þarna. Þetta, Óli, þjóðhátíðalag eða hvað? Nei, þetta var ekki þjóðhátíðalag, en þetta er svolítið, náttúrulega, segir frá þjóðhátíð svolítið í textanum og hérna, hann átti nokkuð mörg góð lög að líður. Þetta var ekki þjóðhátíðalag. Við vorum eftir með annað þjóðhátíðalag með Ljón Stefáns P. sem hann var út í Elliði. Það var þjóðhátíðalag einu sinni sem við spiluðum mikið og vorum nokkuð ofta að spila á litla pallinum með Stefáni P. og Linda Lógum líka og stóra pallinum líka. Við vorum alltaf að spila, sko. Þið voru alltaf að spila, já. Já, Elliði, við spilum það töluvert oft hérna í Já, það er svona lifið svolítið ágætlega. Útvarpinu. Og manstu hvað ár þetta var þjóðhátíðalag? Nei, þetta var þegar vorum að spila held ég með Gissur í Giss. Aha, já. Held ég, já. Það var eitthvað, nei, ég ekki spyrja mig ár nákvæmlega. Nei. Þessi rakmann alltaf, hann mælist mér klukkan hvað hluti til skefu held ég. Já, einmitt. Já. Þú sagði mér einhver tíman að eitt lagið sem þú syngur á plötinu með Stefáni P. Flottur kallinn. Já. Það er gamalt lag með Polanka. Já, lagið Dæjana. Já. Það er, mér finnst það svo mér finnst það flott radda hjá okkur ég veit ekki, ég er svo hrifin af röddum sko. Ég elska að radda lög, mér finnst svo flott þetta er bara flott gert hjá okkur. Aha, við skulum dæma það líka. Okay. I'm so young and you're so old. This my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Thrills I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we'll never part. Oh, please stay by me, Diana. Oh, my darling, oh, my lover, tell me that there is no other. I love you with my heart. Oh, 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 don't you know I love you so. And only you can take my heart, only you can tear it apart. When you hold me in your lovely arms, I can feel your magic charms. Hold me, darling, hold me tight, squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay by me, Diana. Oh, please, Diana. Oh, please, Diana. Já, jú, ég verða samt ekki þáli. Þetta er ótrúlega flott hjá ykkur. Þetta er ágætt sko. Já. Tekið 85 sko. Já, þetta heilu upp í stúdíu hjá honum. Já, og einhver sagi í kringum þetta? Nei, ekki sjálfan sér. Nei, tók hann mikið upp með ykkur? Tók hann upp, gáum út kassettu hérna í 85 og fóru svo að spila á þorrablótum í Ameríku, í Washington og New York. Fljótlega fórum með kastum með okkur og seldum þar úti. Já. Og fórum í 3 ára að spila alltaf 3 ári röð og New York, Washington.
alltaf með konurna með og hérna vorum við viku í senn sko, það var svona alvöru ferðir sko. Já, og já, selt þessa kassettu. Já, við seldum þetta svona og höfum verið að selja þetta og ásamt í þessu diski líka sem við höfum verið og gefið út núna nýlega. Já, hann kom út nýlega og inni heldur bara einhver 20 lög eða uppundið það. Við bættum nokkrum við þarna nýjum svona. Já. Og þar á, Óli, lagið sem að þú ert kannski hvað frægastur fyrir og við erum búin kannski að geima okkur alveg svona framundir lokin því að nú fer að styttast í þessu hjá okkur. Já. Þetta minning mann. Já, það passar, þetta var að styttast í þessu og ég gamall líka, þannig að ég ekki meina. Það var ekki mynd þannig, sko. Nei, ég veit það. Nei, þetta bara, þetta ágætis útsetning á þessi hjá okkur Stebba P. Já, þú sungiði með fleiri hljómsveitir sem sagt. Þú söngst það með logum, var það ekki á sínum tíma? Jú, ég söngst með logum fyrsta, jú. Já. Sú plata, tveggjalega plata seldist nú í 80.000 eintökum. Já. Hvorki meðli minna. Og til. Og hérna. Þannig að þú átt gullplötu. Já. Margfalda gullplötu. Já, ég gullæðið bara. Já. Þetta var ágætis útsetning, við breyttum henni svolítið og þetta svolítið kröftuleg útsetning. Þú heldur upp á hana? Já. Óli Bakk, við látum þetta verða síðustu tónana í okkar spjalli hér í kvöld. Hafðu þakki fyrir að líta hérna við hjá okkur. Það verður gaman að spjalla við þig og eins og fyrir daginn léttur og hress og segir fallega og skemmtilega frá. Minningum mann, eftir hvernig þetta lag? Þetta eftir Gylfa Ægisson. Bæði lag og texti? Já. Gylfa blessaðan Ægisson sko. Vestmanning? Já, hann var reynda Siglfirðingur og svo var hann í Eyjum, hann fættu held í Siglfirðingur held ég rétt sko. Já. Og bjó svo í Eyjum náttúrulega hansi lengi. Eins og margir góðir. Já. Ég þakka fyrir mig valdi mig líka. Gaman að koma til þín. Fyrir komuna Óli og hér það minningin. Nú frá dreng sem átti sorgir en á allt samt þó stóð spenntur þó að sitthvað gengi á í kofa skrifli bjó hann sem lítinn veitti il og andvaka á nóttum ofta lá Portugal hann tegaði, það gerði ekkert til. Það tókst með honum í sig að fá. Þið þekktu þennan mann, þið alloft sáu hann. Drykkjuskap til fræða sér hann vann. Börnum var hann góður en sum þó hrættust hann hættu hann og gerðað honum gís þau þekkt ei litlu greyin þennan mæta mann en margt það sem börnin var á mis þið þekktu þennan mann þið alloft sáuð hann drykkjuskap til fræða sér hann vann munið þið að dæmi eftir útlitinu menn en einsum yfir þessa hluti sést en til það að flæðir undir föðurskinni en fegurðin að innan þykir best þið þekktu þennan mann þið alloft sáuð hann drykkjuskap til fræða sér hann vann nú ljóðið á enda þennan sóma svein sem að
brennivín og sæ. Hann liggur nú á kistubotni og lúinn hvílir bein í kirkjugarði í Vestmannaeyjabæ. Þið þekktu þennan mann, þið alloft sáu hann, drykkjuskap til frægðar sér hann vann. Þið þekktu þennan mann, þið alloft sáu hann, drykkjuskap til frægðar sér hann vann. 963 Suðurland FM.